الجلال والثناء والبهاء في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك. Komið sæl og velkomin í annan þátt útvarps Palestínu sem að við Margrét Kristín Blöndal Maggastína erum með hérna á samstöðinni. Gestur þáttarins í dag Helga Ögmundadóttir, bæði aðgerðarsinni og mannfræðingur sem mörg eitthvað þekkja úr HÍ kannski og þau sem hafa verið á mótmælum. Við höldum áfram sem sagt í dag að ræða málefni Palestínu og hvernig þetta hrun siðmenningar blasir við okkur, bæði á Íslandi og sem á heimanum öllum. Maggastína. Já, bara gaman að vera alltaf með ykkur. Og mér finnst það alveg sérstaklega gaman, ég vil bara segja það sko. Þú veist, við hefum náttúrulega staðið hlið við hlið í mótmælum í vetur og böndist böndum, þannig. Og kannski, og mér fannst það var alltaf aldrei gaman að mamma spurði, hver? Já, ég kannast svo við hana. Ég segi, já, hún lappar alltaf í áttina háskólan. En já, þannig að við vorum alltaf svona að reikna út eins og gerist oft sko á Íslandi. Þú veist maður svona, mannfræðingurinn sko atferðlið, hvert lappar hún. En já, þú hefur verið náttúrulega lengi bara í þessari, já, með þessa hugsjón. Í þessum ham. Í þessum ham, sko, í mörg ár, eða ekki? Frá því ég var í móðurkviði. Já, frá þú varst í móðurkviði. Og þetta kemur kannski, þú farið þetta bara með móðurmjólkinni, eða hvað? Já, mamma var aktivisti. Já. Svo það var engin von fyrir mig, nema bara... Að verða neitt annað. Nei. Já, einmitt. Ég hef aldrei komist upp með neitt annað. Nei. Já, og þessi baráttu hefur náttúrulega staðið svo lengi. Já. 76 ár. Nei, og... sko, en hvenær var það svona, sko, því ég furða mig oft á því og ég hef kannski búin að nefna það oftar en einu sinni. Sko, auðvitað veit ég þetta sko, að það sem gerist núna í síðasta þessari hrinu sem hefur núna verið yfirstandandi í 9 mánuði, að þá, sko, ég furða mig svo oft, þetta næstu 10 mánuðir, eða ekki, já. Ég furða mig svo oft á því, sko, þú veist, það fullt af fólki sem hefur farið til Palestínu. Fullt af fólki sem hefur komið tilbaka frá Palestínu. Fullt af, sem sagt, oft sama fólki sem finnst að verða einhver önnur manneskja, það verður ekki samt. Og einhvern veginn samt, sko, einhvern veginn það svona barnaleg hugsun hjá mér, sko, hvernig gat það samt hafa farið framhjá mér raunverulega hvað var að gerast? Hefur þú hugsað þessa hugsun eða? Já, sko ekki ef ég nú komið þangað, en ég hef kynst Palestínufólki persónlega. Já. Og en nú formlega, já, hluti af veiti fjölskyldu sem reyndar býr ekki þar lengur, þau eru öll flúin. Ég, sko, já, nú verð ég að tala sem mannfræðingur og kannski bara svo sem manneskja sem hefur verið að fylgjast með heiminum í ansi mörg ár, að hvernig fólk getur sko búið til einhverja veggi, að það tekur ekki inn ákveðna reynslu sem bara blasir við þeim og þeim býðist að njóta, nýta, nota, verða fyrir og það virðist vera regla að það velur. Ég þannig að ég eins og svampur og ég bara tek hlutina inn og svo get ég kannski farið að nei, þetta nú ekki alveg bara, ég get ekki meir. En já, það velur sér svona leið í gegnum öll þessi ofboðslegu áreiti og ef það fer sem túristi til, já, þeir fara til Ísrael reyndar, segja þið sko. Ég þekki fólk sem hefur farið til Ísrael og finnst það æðislegt og ég á rosalega erfitt með það til dæmis, svona vel menntað upplýst fólk sem að fer í einhverja pílagrímsferð til Ísrael. Ég segi býtu, nei, þú varst í Palestínu. Já, náttúrulega rétthugsunin, pólitíska rétthugsunin kikkar inn, sko.
en samt einhvern veginn velur það að taka þá, afsaka það þannig og útskýra það þannig að það sé samt betra að fara og kynna sér hlutina og sjá þetta með eigin augum heldur en að fara ekki. Og þá minni ég á sko sniðgönguna boykottið vegna þess að þú ert að setja peninga inn í ísraelska hagkerfi með því að fara. Það svolítið annað þegar þú ferð kannski sem aktivisti til Palestínu til þess að vera með í einhverjum verkefnum. Baráttunni. Já. Ég myndi setja þarna einhver mörk á milli. En ég samt hjartanu skilji ekki hvernig hægt að gera þetta. Nei, einmitt. Ég held að það vefist fyrir mörgum, sko. Já, ég bara heilinn skilur það, sko, framheilinn, gáfulegu, Því þetta mál náttúrulega fjallar svo harkalega landamæri. Já. Og hugmyndina svona einhver mörk, þú veist, einhverja línur sem eru dregnar af okkur mannfólkinu. Bara svona, svo það bara kannski svona endurspeglar aðeins það sem þú varst að segja hvernig fólk býr sér til bara sína eigin svona ósýnilegu hugmynda veggi hvað sé í lagi og ekki í lagi, sko. Ég meina öll landamæri eru hugmyndir. Að sjálfsögðu. Þau eru hvergi til neinstar, ekki einu sinni landamæri. Nei. Kannski Ísland með einu skýrustu landamæri í heimi. Það svolítið mikið að sjóa milli okkar og allir hinna, sko. En samt það ekki sjálfgefið að við séum eitthvað sérstakt land. Hafið drægi eitthvað sérstakt landamæri, nei. Einmitt. Þannig að mér finnst þetta bara mjög áhugavert, sko. Hvernig fólk getur tekið þátt í að því að þessi tími eru eins og langur, þessi áratugir af valdníðslu og drápum og morðum. Ég þekki líka fólk sem hefur farið og þegið boðsferðir jafnvel til þess að bara eins og listafólk sem hefur þegið boð ísraelska sendir á sem slítur að vera og farið og spilað eða eitthvað svona menningarstofnana og farið og tekið þátt í menningarviðburðum í boði Ísraela og þá því borið líka við, við tölum bara aðeins svona siðferðislega þetta að fólk afsaka sig með þessu, sko, það sé þó betra einmitt að fara og sjá, en forsendurnar eru kannski ekki eins og það gætu verið bestar, sko. Nei, ég hef nú sjálf sem fræðimanneskja hefur alveg boðist til dæmis að vinna með ísraelskum fræðimönnum, fræðifólki í alls konar verkefnum sem eru mörgum afskaplega róttæk og ekkit endilega vel séð af ísraelskum yfirvöldum og sko. Það bara samt svo hreina línur fyrir mig að þetta bara alveg svo apartheidtími í Suður-Afríku. Ég nóg gömul til þess að ég var mjög aktív, bjó erlendis og þetta með, og þá bara fórum við gegn hvert einasta atriði bara lista, þetta sniðganga eða ekki. Og þetta var bara mjög hreinar línur. Vegna þess að svona baráttur, bæði í Suður-Afrika, apartheid og nú eins og apartheid í Palestínu, þetta eru þannig mál að þú getur ekki sagst ekki taka afstöðu. Af því að raunverulega aðgerðir þínar, eða þú veist, aksjón sem þú tekur alltaf, er að taka afstöðu. Og þetta kannski færi svolítið heim, sko, þessa hugmynd líka stjórnmál sem að voru kannski þú veist, sem að í mínum huga allavega og fleiri, ég meina nýfrjálshyggjunni tókst svolítið að drepa þessa hugmynd stjórnmál eða pólitíska afstöðu. Þetta var eitthvað sem við áttum ekkert að vera að hugsa Nei, ekki svona daglig, sko. Nei, þetta væri bara eitthvað svona í kostningum. Akkurat, þá ættir við aðeins að dusta rykja af þessu hvað þið finnst og svo bara hakaru við. Þetta er mjög bara þægilegt. Já, þess að milli er maður ópólitískur. En með hverju einustu greiðslu fyrir einhverja vöru þá ertu pólitísk. Jú. Þó þú sért bara að kaupa af einhverjum pulsusala í Reykjavík, sko, þú veist, það... Já, og ef við tölum að þessum sniðgönguna einmitt í þessu samengi, þannig að með öll þessi upp sem að þú getur valið núna og hvetja fólk bara líka til að skoða þau, skoða bæði sniðgöngu grúppuna á Facebook. Það er margt sem hefur sko áunnist og svona, og á Íslandi er þetta mjög sérstakt. Sko, hvað er það sem að fólk velur að gera og hvað er það sem að til dæmis stofnanir velja ekki að gera. Sko, og þú veist, það kannski Rapid er svona skýrasta dæmið eitthvað sem að svona, sko, gengur sko furðanlega vel. Sko, þú veist, það maður svona einhvern veginn, og ég er ekki frá því að sniðgangan á Rapid er bara einhvern veginn, það sem hafa verið orðin næstu því sem við hættum að kalla mainstream. Myndir ekki segja það? Jú, þetta gekk, þá hugsaði ég bara,
þjóð mín ekki vonlaus. Já, einmitt. Stundum er maður alveg Já, þarna, akkurat. En hins vegar náttúrulega, ef maður horfir út í heim og til dæmis viðskipti á netinu, þar náttúrulega öskrar þetta rapid orð á mann allstaðar, sko. Já. Þú veist, þar sleppir okkar valdi, þó að maður reynir náttúrulega að vera með í einhverju svona meira alþjóðlegu, en þeir greinilega halda krumlunni mjög fast utanum, ég veit til þess að GoFundMe og PayPal og allt þetta. Akkurat. Þar eru þeir alltaf einhvern veginn svona líka, það er svona verið að fela það kannski, ég veit það ekki, en þá eiginlega bara hugsa ég, guð mig góður, ætla ég að senda peninga til að hjálpa fólki eða, þú veist, ætla ég að sniðganga. Þarna er grátt svæði sem að ég ræð ekki við og ég veit alveg að fullt af fólki, nei, nú verður maður alveg bara svona, sko. En allavega, hérna heima, þetta er okkar land og við verðum að vera aktív innanlands í því sem að hægt er að breyta. Já, og það kannski líka svona, hvað varðar hugsunina, að fólki finnst auðveldar allavega að hugsa, sko, hvernig vil ég hafa þetta bara í mínu, þú veist, persónulega lífi. Já, talandi að draga línur, sko. Já. Þá er bara svo sannarlega auðvelt. Einhvers staðar byrja maður, sko. Að draga línuna, að vinna þessa vinnu hérna heima og taka þátt hérna heima og vera með í þessar baráttu þannig, sko. Og svo gleymum við því ekki, þetta eru skilaboð sem við erum að senda, sem ríki, sem land, sem þjóð. Ef við erum að, sko, eitthvað tekst þetta svona vel, sem við, eins og til dæmis með þennan hirði þarna, þá erum við að senda skilaboð, þetta er pínlítið ríki, það skiptir einhver máli hvað Íslendingar gera, jú, það skiptir mjög miklu máli. Það er örugglega einhver rosalega fúll, sko, hvað eiginlega, Nei, og þetta hefur bara komist í heimsfréttirnar. Já, ok. Þetta við skulum alveg bara... Ég fulltrúi almennings í þessum þætti, þannig ég spyr, og var þetta Þetta kom til dæmis sko fram í, alltaf hafa verið í Herat, ísraelska Haaretz. Herat. Er þetta vinstri sinna? Já, það er svona aðeins meira kannski, það svona er allavega svona, hefur left svona gagnrýni. Gideon Levi hefur skrifað það til dæmis. Í þar, já, einmitt. Það er svona opnar aðeins á einhver aðra umræði heldur bara síðanisma, sko. Þetta kom allavega þar fram og já, og svona, ég meina þetta, og það vekur athygli, ég meina, Al-Jazeera fjallaði lögregluofbeldið ég meina þetta er, þú veist, það er, ég meina það vekur athygli og þú veist, og það er nefnilega magnað við, allavega eins og, sko, þetta hefur svona þróast þennan veturinn, að við erum svo miklu nær hvert öðru í heiminum heldur en við höldum, svo miklu nær. Og það er sko, ég hef svona fylgst með alls konar fólki tala málefnið, svona ég kalla svona, já, svona, á með svona sambýlisfólk, sko, í tölvunni. Ég kannast. Já, sem ég svona bara, spjalla við, heima hjá mér. Upphátt í stofunni, já. Nei, og það er bara alls konar fólk sem að, sko, þú veist, maður hefur alltaf á tilfinningunni að sé svona óínáanlegt, ósnertanlegt, einhverjir, sko, sagfræðingar sem að bara, þú veist, sko, maður þekki bara orðspor í einu og eitthvað svona, sko, eins og Norman Finkelstein til dæmis. Og ég man alltaf þegar að hann sagði, sko, hann var að kvart undan því að þessi var ekki, sko, nógsamlega boðið í viðtöl. Þú veist, að því hinn almenni fjölmiðill, sko, þennan veturinn hefur mist áhugan á honum, sko. Þú veist, að því þá hann er ekki lengur kverulandinn, skrýtnikallinn, vitlýsingu, eða skilur svona þessi sem hefur talar einkennilega og furðulega málefnið, sko. Heldur, er þetta svona, þú veist, að því allt er pólitík, að þá er hann, í raun og veru, hann er boykottaður, sko. Já, hann á að þegja hann í hel, sko. Já, þegja hann í hel. Sko. Þannig að hann segir bara, sko, það er alveg sama. Hann býður starfar í Bandaríkjunum. Hann bara býður bara eftir því að einhver vilji tala við, og hann, sko, það er hans skylda fyrst og síðast að tala um þetta allan daginn, alltaf. Það fannst mér aldrei fallegt, sko, þú veist. En ég menna hann þetta bara, og bara margir fleiri, sko, sem hafa náttúrulega, þurft að mæta miklum árásum, sko, ég má bara segja árásum, það ekki minn og orðfæri sömra já, svona í óeiginlegum skilningi, sko. Þú veist, að hafa verið bannaðir, þú veist, eins og bara Jannis, Varoufakis, Grikklandi, Já, það er öll svona gagnrýnin umræða á þau stjórnvöld sem að með einum öðrum hætti koma að þessu
það fólk taggað í hel, sko. Því, ég meina, þetta það sem þau tala eins og svona McCarthyism í samhengi við vinstri og hægri pólitík og þetta náttúrulega líka eitthvað sem að gerast svona í þessum mannréttindabaráttum, ég meina... og gerist, ég meina, þetta gerist sjálfsögðu, sko. Og ég meina, ég sagði svona í mannfræði, þetta lítur verið rosalega áhugavert að sjá, sko, þú veist, til dæmis þetta, hvað það sem greiðir leiðina, það þögnin, þú veist, og allt þetta. Fyrir valdið, Já, ég er náttúrulega búin að rannsaka, sko, til dæmis umhverfisverndarhreyfingar og umhverfishreyfingar í víðri merkingu í mörg ár, það svona mitt svið. Og umhverfisverndarbaráttan og mannréttindabaráttan eru náttúrulega tvær hliðar á sama pening. Og núna er ég meira og meira að skoða þetta í semraun og veru sama fyrirbærið. Að því þetta tengir svo sterkur böndu, því miður þá hefur nýðfrjálshyggjunni tekist að sko, eins og svo margt annað að búta þetta í sundur og jafnvel tefla þessu sko, gegn hvort öðru. Ef þið viljið sís að vernda einhverja náttúru þá þurfum það að ganga á mannréttindi einhvers, en það er eins vegar akkurat ekki þannig, sko. Og það eru sömu bæði aðferðir hjá þeim sem að standa í fararbroddi og bara fólki sem í þessum aktivisma í báðum þessum hreyfingum, ef við tölum það þannig. En líka aðferðir valdsins til að hefta framgang og svona árangur hjá þessum hreyfingum, sko. Það er nákvæmlega sömu aðferð, en það getur náttúrulega verið bara beint ofbeldi. Ég meina, við sjáum bara frumbyggja í Suður-Ameríku, þeir eru bara drepnir eða þeir ætla eitthvað að fara að mótmæla því að það sé reist einhver stífla á landinu þeirra, sko, bara skotnir. Og alveg yfir í, ef þetta er skali, yfir í sko svona fínlega svona passive-aggressive þöggun. Það er ekki hlustað á, það er einhver sem að talar og er kannski mjög sterk manneskja og tekst mjög vel að koma á framfæri í einhverju málefni, en það er svona kurteisislega bara svona, já, sjáu þið fuglarna fljúga þarna. Og þetta er náttúrulega bara sem við þekkjum sem vel úr okkar samfélagi. Og þetta er alltaf verið svona. Það er að þegja fólk. Gera lítið úr og smætta. En þögnin er eiginlega, sko, það er þetta tómarum sem fólk er sett inn í. Og hún er næstu því verri heldur en ef mann er bara mótmælt. Þá hefur maður einhvern til þess að diskutera við, sko. Þá ertu í einhverju tókstreitu, en ef þú ert hunsuð, þetta er náttúrulega bara ein tegund af einelti, það er hunsun. Nákvæmlega, sko. Þetta er svona útilokunar algjör. Og ef þú ert ekki hluti af samfélaginu, þá ertu henni verið ekki til. Manneskjur eru bara félagsverur sem við þurfum okkur stöður að halda, viðurkenningu við séum einhvers virði, síðan bara yfirleitt til, sko. En þess vegna er líka náttúrulega svo mikilvægt eins og við þekkjum hér sem sittum við þetta borð og fleiri sem eru að hlusta eflaust og horfa, að taka þátt í þessari baráttu, bæði með því að mæta á eins og mótmælin við ráðherrabústaðinir og Austurvelli og við Alþingi og fleira og sinna þessari baráttu þannig að jafnvel þótt, eins og við höfum séð merki náttúrulega þetta lögreglu ofbeldi sem hefur farið vaxandi hérna og þetta myndavéla eftirlit og allt þetta. Það er viðbragðið, það er tókstreitan, sko. Þú veist, sem að við allavega sjáum þá sýnilegan svona því miður árangur af einhverju svona af mótmælum. Af því að þegar að það er ekki lengur, þá er þessi barátta, þú veist, þá byrja að þakka þetta í hel, sko. Og þannig að já, mér finnst það bara mikilvægt að fólk átti sig á, þú veist, þessu að taka þátt í baráttunni, sko. Þetta er ekki sjálfgefið. Nei, og líka, sko, mér finnst, að því nú er ég að kenna mjög mikið og ég fæ þetta unga fólk á hverju einasta ári, hópa af ungu fólki og ég finn hvernig þau trúa ekki almennilega á, sko, ég er nú í alhæfa, en ok. Þau trúa ekki almennilega á mátt fjöldans. Sko, þegar ég var alastu upp, ég meina svona, dóttir 68 kynslóðurinnar, það sem að bara það var sjálfgefið að fjöldin hafði vald. Algjörlega. Að því að bara fólk mætti og gerði eitthvað og sagði eitthvað og hreyfði við einhverju og það er vald. Já, en þeir sem fara með söguna geta sagt öðruvísi frá þessu og geta gert lítið úr því sem hafði verið gert í baráttunni og það sem ég ætlaði einmitt að klikja út með hérna áðan var að við sjáum náttúrulega íslenskt stjórnmálafólk eins og forsætisráðherra núna, Bjarni Benediktsson, smætta niður mótmælendur og þau sem að andmæla og vilja fá eitthvað samtal og fá eitthvað alvöru út úr þessu, sko. Og Samfylkingin líka, hún er farin að tala á þessum nótum, sko, að það sé ekki hlutverk venjulegs fólks að standa gargandi, þið vitið, það þurfa að skilgreina hlutverk venjulegs fólks. Já, þar sem þau hafa raunverulega tekið þátt í smættun á þessum mótmælaaðgerðum með því að leggja til að það sem skiptir máli sé að stjórnvöld sjálf séu að stýra þessum mannréttindamálum, þið vitið. Og þannig ertu bara að byrja að segja, heyrðu,
þau eru nú, þetta fólk með þessa fána og þessa klúta, sko, þau eru náttúrulega bara svolítið skrítin. Ég sá nefnilega, hérna, á fréttamiðlum einhvern tímann í morgun, þú veist að þá er hérna herbúðir Kamilu Harris. Þær eru farin að tala Donald Trump sem skrítin. Þetta er orð, þú veit hvernig þess að mantra er alltaf notuð. Það nota orðið weird. Já, þetta er hann nýji varafórseta efnið. Já. En þetta er svona áhugavert, þannig að það byrjar svona að nota endurtekið þetta orð að hans er skrítin, þessi skrítin. Og þannig að þú veist, það sama má gera með það fólk sem er í svona mannréttindabaráttu. Já, ég meina, fyrirtagsorð, skríllinn, fyrirtagsorð. Gargandi skríll. Gargandi skríll. Krimmavæða fólk sem er að láta í sér heyra, sem er að segja eitthvað sem er ekki, valdið hefur ekki leyft okkur að segja, sko. Já, öll þessi taktík og þess vegna er þetta með fjöldan sem þú veist að tala að fólk komi og sýni og líka bara því þannig finnum við hvert annað og finnum styrk hvers annars. Það er alveg til einstaklingar sem að bara gera það sem þeim sýnist, sko. Allt í lagi, það er frábært. Við þurfum öll að gera það sem við erum góð í. Akkurat. En þessi fjöldarhreyfing, þetta er náttúrulega það mest, sko, valdeflandi sem þú getur upplifað. Já, að tala einni rödd málefni sem er hjartanu næ, sko. Já. Það einhvern veginn hefur, sko, orðið svona einhvers konar, hérna, þú veist að því kapitalismin hefur þetta bara einhvern veginn selt okkur, þú veist, orðið hvað sem er fyrir hvað sem er, sko, og hérna, og kannski ungt fólk, sko, ég hefur selt okkur það hugmynd að það sé virkilega ósmarta bara í raun og veru láta rödd sína heyrast. Að láta sig sjá sig á einhverju mótmæli. Þess vegna þegar ég sé nemendum mína á mótmælum, sama hvað það hefur verið, þá fer ég bara, ég hleyp til þeirra bara að knúsa þau, sko. Ég veit ekki hvort það kannski koma aldrei aftur að þið kennarinn eitthvað, en skiljiði, mér finnst ég bara, að sjálfsögðu, já. Sko, þú ert núna að gera það sem við erum alltaf að tala og alvöru fræðigreinar leggja svo mikla áherslu á og það fólk þarf að framkvæma það sem það segir, annars er ekkert að marka það sem þú segir. Nú er ég að tala félagsvísindin, sko. Og þú veist að annars, sko, annars er þetta bara blaður í einhverju búblu þarna uppi. Þú veist, maður svona fær maður til að hugsa líka svona, að þú tala háskólan og háskólanemendur og svoleiðis, sko, að því þetta hefur verið, sko, út allan heim hefur verið, hérna, náttúrulega, hefur þetta byggst á því að háskólanemendur, aðalega náttúrulega í Bandaríkjunum, hafa bara, hérna, loksins risið upp og hérna átt að sjá því hvað peningarnir fara og hérna og allt þetta og eru meira að hérna taka baráttan fyrir fólk sem er ekki, sem spýr langt í burtu. Þetta byrjaði í Bandaríkjunum, eða ekki? Amerísku háskólar? Jú. Þessi bylgja byrjaði þar, og þetta allt með hérna síðastlega vetur. Já, og tjaldbúðirnar og það og sko, og þá velti ég fyrir mér svona eins og hérna sko, af því auðvitað hefur þú veist, ég meina íslensk stjórnvöld hafa ekki fordæmt þetta þjóðamorð en þá. Það hefur ekki gert það. Háskólinn hefur ekki fordæmt opinberlega. Það var alltaf kennarar, háskólakennarar, var með undirskriftalista, starfsfólk háskólans. Og háskólanna, það voru fleiri sem... Já, einmitt, og þetta voru alveg 300 voru ekki eitthvað svona 300 manns? Já, einhver 100 manns. Þetta var náttúrulega, sko, fyrst var þetta áskorun frá Birsæd háskólanum á Vesturbakkanum, sko, að þau vildu fá eitthvað svar frá háskólum sem þau hafa starfað með víða heim. Já. Hvað segið þið? Akkurat. Allir það að styðja okkur, allir það að horfa á okkur bara myrt hérna og þá, var byrjað og það voru nokkur einstaklingar sem að fóru að staða með þennan lista og það bara safnaðist þó nokkuð af undirskriftum mjög fljótlega og við höfumst þarna í, ég ætla ekki að skreita mig með þessu en skiljiði, við vorum nokkur sem var svona íttum á og höfðum samband og svona og ég var bara, ég veit ekki, ég var bæði ánægð en líka mjög vonsvikinn með sem sérstaklega ákveðnar einstaklingar sem ekki skrifuð undir. Já, og sko, en ég hugsa sko stofnunin bara sem slík, skilurðu, ég meina, það blasir ekki bara verulega einkennilega við að Háskóli Íslands, þú veist sem er, hvað, er ekki æðsta þetta er eini þjóðarháskóli Íslands með allar fræðigreinar sem að þjóðarháskóli þarf að hafa. Já. Þetta er eitt af óskabörnum þjóðarinnar, ekki bara Eimskip, það er líka háskóli. Já, það er ekki bara líka háskóli. Já. Nei, skiljið, hann hefur enga sko venjulega stöðu. Þetta er bara lengsta saga háskóla á Íslandi, stærsti háskólinn, bara by far, sko.
og einmitt hefur enga venjulega stöðu, þetta er bara háskólinn. Hann ber gríðarlega ábyrgð á því að taka þátt í samfélagsumræðu og heimsmálaumræðu. Já, þannig að þetta eru rosalega vonbrigði að Háskóli Íslands hafi ekki þögnin er náttúrulega æpandi. Hún er bara svo hávær sko að veist, ég stundum bara get ekki farið inn í hús þarna og þess að bara, veist, akkur er ég að vinna hérna? Já. Hvernig stendur á því sko að það er hægt að þegja svona. Ég myndi nánast vilja bara fá frekar þá bara Ísrael hefur rétt að verja sig. Ég skilji því. En ég meina þetta er það sem maður kallar bara siðrof. Það hlýtur að vera. Þetta er þetta valda heyrnar og heyrnarleys og blinda sko. Þarna er valið að segja ekkert. Því það er alveg sko aktíft valið. Þetta er ekki, við þurfum kannski að fara að pæli því. Það er búið að ræðum þetta í háskólaráði og það er búið að vera að ræðum þetta sjálfsögðu. Það er ekki bara, þetta fer ekki framhjá neinum sko. Ég tala nú bara sem almenningur, hvernig er hægt að velja þetta? Já, þögnina. En Úkraína, nú er Úkraína oft borin saman við Palestínu. Já, það gerist líka. Já, það náttúrulega var strax umræða að til dæmis bjóða velkomna bæði starfsfólk, akademiska starfsmenn, hjálpa þeim kannski að ég veit ekki, stund einhverjar rannsóknir, kenna jafnvel og náttúrulega nemendur. Ég verð að viðurkenna, ég veit ekki alveg hvernig það fór. Nei. En það er náttúrulega aktíft samstarf og mjög oft byggt bara á einstaklings tengslum einstaklinga. En HÍ sem stofnun tók enga opinbera afstöðu. Ég þarf að googla það fyrir ekki. Ég bara vinn. Nú ætlum ég að segja þetta. Ég bara vinn hérna. En þetta er sko, þetta er bara mjög sérstakt sko. Jú, það lítur nú eitthvað hafa verið látið frá yfir stofnunni sko. Háskóli Íslands, ég er að skoða þetta hérna á internetinu góða. Lestu þetta nú upp fyrir heila tvær línur sem koma í niðurstöðum eru svona: Úkraína undir hi.is. Háskóli Íslands fordæmir innrás Rússa í Úkraínu og lýsir yfir samstöðu með nemendum og starfsfólki úkraínskra háskóla sem á öllum íbúum landsins. Viltu segja mig hvað dagsetningar á þessu? Ég sjá ef þeir eru með dagsetninguna hér. Þetta er mjög áhugavert sko. Hér er bara hreinlega upplýsingagátt inn á vef HÍ. Já, þarna sjáu þið sko. Ég þetta er bara ekki svo að skilja, ég sé ekki hafi ekki verið aktivisti þar líka sko. En já. Þetta er vægast sagt svona athyglisvert. En þarna sjáum við nákvæmlega sömu hræsnina og tvöfeldnina hjá þessari stofnun og bara öllum hinum og öllum þessum ríkjum og stjórnvöldum sem hafa fordæmt annað og halda svo kæft yfir hinu eða jafnvel bara segjast bara styðja Ísrael sko. Skiljiði, þetta er nákvæmlega, þetta er bara endurtekið stef hjá öllum þessum valda sko, þetta eru svona valdamiðjur eða valdablokkir eða fólk í valdastöðum sem hefur þessa ofboðslegu ábyrgð eins og einhvern veginn það pæli bara ekkert í því að það beri þessa ábyrgð að það getur bara einhvern geðþótt ákvörðun að því það persónlega er einhvern veginn með einhverju skoðanir. Já, þetta sýnir manni einhvern veginn svo harkalega sko, hvað stjórnmálin eru brotin. Já. Það er eiginlega eina niðurstaðan sem hættir að koma að stað sko, í þessari umræðu Palestínu. Mér finnst þetta rosalega góð þessi orðræða sem hefur verið sko ekki þannig að það hafi eitthvað breyst, heldur hafi Gaza og Palestína afhjúpað það sem var fyrir siðrofið, þetta rotna valda rasismin, fasismin einhverja siðmenningu sem við erum alltaf að tala sko hún var aldrei fyrir hendi en Potemkin tjöldin, eða þið vitið hvað það er þau voru alltaf uppi en Palestína er búið að rífa þau niður með líkamum sínum og líkamsblóði hlutum. Pæliði nú í því að það skuli þurfa þetta til þess að horfast í augu við raunveruleikann. Og ég fæ bara tár í augun. Og það er náttúrulega sko, þegar maður finnur þetta sko, maður er að bera saman líðan sína kannski fyrir nokkur mánuðum og svo núna þá er það sko, þetta er náttúrulega á einhverju svona í einhverjum skilningi að þá þú veist sko, ég veit ekki bara eiginlega hvað maður á að segja sko en þetta svona verður svona kollektíft þunglindi náttúrulega bara og einhvern veginn vonbrigðin
með sko í raun og veru svona vannmáttur vonbrigði og vannmáttur líka gagvart sko sínu svona umhverfi, gagvart sinni fortíð, gagvart í fólki sem að mér hefur umgengist sko og ef ég bara vera hreinskilin, ég get ekkert verið annað sko, að þá er það sko, ég bara get ekki einu svona lýst í hvaða eru gríðarlega vonbrigði sem maður upplifir þó að sé á þessu litla verndarsvæði hér sko. Þetta segir svo mikið fólk á afstæða þeirra sem það lætur upp. Hvort sem það tekur enga afstöðu eða hvort það einmitt aktíft velur að koma ekki neinum til hjálpar að því nú maður svona miðaldra og fólk í stjórnkerfinu, þú veist, auðvitað eitthvað fólk sem að, og í pólitíkinni sem að hefur verið samferða mann í barnaskóla og manni fannst bara, þú veist, vera eins og maður sjálfur, skilur og þetta bara, sko ég velti því fyrir mér, sko hvað hrærist inn í huga fólks sem setur til dæmis á þingi og velur að fordæma ekki og velur að greiða atkvæði með því að fleygja Palestínu fólki og vel út úr kýs með nýju útlendingalögunum og nú eru önnur á leiðinni á nýju þingi Þetta allt ángar það sama málinu sem er náttúrulega segja manni, þessu margar hliðar en þetta segja manni eitthvað kjarnamálsins sko, allt þetta, allar þessar þessi ferli sem eiga sér stað sko, mjög lærdómsríkt að sko það sé ekki bara hort á einhvern sparka í einhvern til dauðs, heldur sko líka hort bara á meðan að fjölskyldinu hennar þeirra bara fleygt á guðu gaddinn sko, að það skuli vera hægt að sparka í liggjandi mannesku. Eins og mál Jasans. Er gott dæmi og við erum bara með svo mörg mál við erum með mjög mörg mál en ég segja bara svona æmitt nú erum við með það í gangi sko en þetta bara listin er svo langur sko þú veist og það er svo alltaf sko og einmitt út af þessu sko að fólk fær ekki mál sín tekið fyrir þá er eiginlega ekki þetta fjalla það sem er að gerast sko í kringum þetta fólk til dæmis, ég meina talandi skilur fjölmiðla þú veist hvernig stofnun eins og RÚV hefur hagað sér í þessu máli sko. Þú veist, það er náttúrulega bara þyngra en tárum taki, bókstaflega. Þannig að fólk sem er hér með eitthvað svona flóttamannastatus og er að bíða eftir að fá afgreiðslu sinna mála, það getur ekki tjáð sig neitt. Það getur ekki tjáð sig. Á meðan það er ekki verið að taka mál þeirra fyrir. Og það er ekki hægt að tjá sig fyrir þeirra hönd vegna þess að það óttast svo sko, sinn hag og sinna. Það heldur í þessa litlu von að kerfið muni vinna með því. Að það muni sko veita um einhvers konar velvild að það muni að þetta er sko þetta er sko á svo sjúklegu sko sjúklega lágum siðferðislevel sko. Þú veist það er svo svakalegt sko. Ég meina talandi bara að því myndist þarna á RÚV og fréttastofuna og ég meina og þau hafa sannarlega sko þú veist reynt að sko verja sig þessari gagnrýni, ég bara svona þekki það persónlega svona en sko enga síður gerist ekkert á stofnuninni annað heldur en það, bara status quo. Ég var að sjá til dæmis taka ekki fyrir fréttir þú veist þessi risastóra fréttum pyntingar Ísraelsmanna sem að bara þú veist það sko segjum það bara sko, það er ekki hægt að fara inn í það því að óhugnaðurinn á svo á þannig plani að það er ekki hægt að orða jafnvel það sem að sko þetta ofbeldi inniber en náttúrulega sko fer bara eins og eldur í sinnum út allega heimsbyggðina og það er ekki orð, það er ekki minnst á það það er ekki minnst á það það er þessi þöggun sko sem að Mér langar svo að spyrja þér samt Helga í mannfræðinni hvernig nálgast mannfræðingar og þessi bara kennsla á þessu akademíska stigi sko þjóðarmorð, ég meina að þetta hlýtur að hafa rosalega áhrif á kennslu núna sko það er náttúrulega, þegar maður er að kenna eitthvað eins og mannfræði sem allir í Háskóla Íslands eru félagsvísindi og fjalla bara náttúrulega svo mikið hvað er að gerast hér og nú eða hvað manneskjur eru að gera, hafa fyrir stafni út allan heim, náttúrulega við erum með allt mannkynið undir 8 milljarða, þetta
mikið efni en við förum náttúrulega mjög mikið líka í söguna því við viljum skilja hvað var það sem leiddi til að aðstæður eru hjá hinum og þessum eins og þeir eru alltumlíkjandi svo staðreynd að hérna í síðustu cirka 500 ár þá hefur átt sér stað eitthvað sem heitir nýlendustefna þar sem Evrópa lagði undir sig stóran hluta af heiminum og fólki sem bjó í Afríku, Suður-Ameríku, Asíu og svo framvegis og það ekkert búið þó þessi ríki séu orðin sjálfstæð að nafninu til og nú tölum við oft sko að nýlendu ástandið felist í því að stórfyrirtæki, fjölþjóðleg fyrirtæki séu komin í staðinn fyrir ríkisstjórnir í beinni kúgun og arðráni sko og þá er þetta líka orðið flóknara því að heimamenn, einhverju elita kannski, einhverju ríki fara að taka þátt í arðráninu á eigin bræðurum og systrum sko. Þannig að þetta orðið miklu flóknara en sko hreinu línutar eru samt nákvæmlega þessum og þetta fjallar vald og valdníðslu og misbeitingu á valdi og valdi náttúrulega alls konar og þjóðarmorð náttúrulega einhvers konar sko öfgafyllsta útgáfa af valdníðslu sem að bara við vitum því það ekki bara verið að myrða einhvern fólk heldur kerfisbundið að útrýma ákveðnum hópi og ég man þegar þetta byrjaði hérna 7. október þá var svona getum við nú kallað þetta þjóðarmorð nú nógu mörg sem hafa verið drepin það í rauninni ekki atriði heldur hvað þetta kerfisbundið sko og sérstaklega þessu beint svo mikið af börnum og ungu fólki og svo náttúrulega stofnanirnar teknar og þeim rústað skólunum, heilbrigðiskerfinu öllu þessu. Kirkjugörðunum. Já, þú veist, það ekkert sem fær frið og svo alltaf við erum að leita Hamas en það vita náttúrulega allir sem eitthvað kynna sem máli að það bara yfirvarp og humbúk og þetta fjallar ekkert Hamas. Og ekki gísla heldur. Nei, og þetta fjallar sögur sem byrjaði fyrir 76 og rauninni miklu, miklu fyrr. Ja. Og ein af afurðum nýlendustefnunar og nýlenduhyggjunar, hvítu yfirbörðarhyggju evrópskra stjórnvalda. Það bara þannig. Í mannfræðinni erum við mikið að pæla þessu, þetta svona alltumlíkjandi einhvern veginn svona ástand, við kannski ekki mikið endilega alltaf að útskýra allt út frá þessu en við þurfum alltaf að sjá samskipti hópa, sérstaklega the West and the rest eins og þetta er kallað á mjög vondri íslensku í þessu ljósi, annars skilur maður ekkert hvað í gangi. Það leifar sem endalaust bergmála í nútímanum, sko leifar þess sem byrjaði þegar Kólumbus fann Ameríku. Þessi hvíta yfirbörðahyggja sem að litar náttúrulega bara kona eins og ég sem að rétt komin yfir 50, þú veist þetta litar bara allamanns skólagöngu. Það efni sem að við erum líka afurðin af þessu, hugsaðu ykkur það, við erum ekki stikkfrí sko. En það líka bara það námsefni sem að sko í félagsvísindum sem maður hefur farið í gegnum sem bara þvættingur bara upp að til hendina. Svona fleita kettlingar á einhverju yfirborði en það er alltaf mitt útskipt sko. Já, og einhverjum stórsigurum skilur þú veist. Já, kallað einhverjum nöfnum sem að sko það sem er líka svona í mannfræðilegu tilliti þú veist að það svo þróun sem hefur átt sér staði það talaði það til dæmis að 98% fólks í henni svo kallaða Ísraelsríki standi þétt við bakið á þessum aðgerðum eða ég veit ekki þessu þjóðarmorði. Hvernig fer það fram? Sko, það eru svo fáar, kannski fá dæmi í sögunni að því að náttúrulega spurningu túlkun, þú varst að tala hver segir söguna, hvernig maður segir hana eftir á og velur orðræður sem passa fyrir þá sem valdið hafa sko. En ég meina það náttúrulega bara nærtakast að fara aftur í Þriðja ríkið. Og svona kannski, ljótt að segja mér finnst ég alltaf vera einhvern veginn að gera lítið úr en einhverja míniútgáfur eins og Balkanskagastríðið það sem var náttúrulega framið eða það var alltaf að gera tilraun til þjóðarmorðs það var skilgreint sem þjóðarmorð og svo náttúrulega erum við með Rúanda, Burundi og við erum með Súdan og við erum með náttúrulega alls konar og hvert svæði og hver staður hefur náttúrulega sína útgáfu af þessu sama ferli þar sem einhver hópur nógu valdamikill og færi friði fyrir öllum hinum að fókusera á að útrýma ákveðnum öðrum hópi og heimurinn horfir á og þetta náttúrulega sko fyrir fræðin, ég meina þið getið ímyndað eitthvað þegar ég að kenna og við erum að kenna í mannfræðinni til dæmis bara megin svona fræði kenningar mannfræðinar bara fyrir 20. öld, þú veist
bara hvar ég var að byrja sko. Þetta er náttúrulega alveg ótrúlegt efni sem við fáum en það líka verður að gerast sko, við byrjum að ábyrgja því sem við segjum og hvernig við segjum það og þarna þurfum við að vekja áhuga og athygli nemenda okkar á því að þau þurfa að skoða þetta og melta þetta og taka afstöðu og læra eitthvað af þessu sko. Mér dettur í hug sko bara af því þú sko nú við tölum Íslendingasögurnar sko sem hefur ofboðslega fjarlægt fyrirbrigði þess að börn eru bara sko þú veist hvað setja spjótsodda bara stjaksett já skilji þú veist og maður hefur bara alltaf hugsað það sko þú veist það svona nánast að það fari inn í svona absúrt veruleika einhverju svona þú veist hugmyndi sem maður hefur sko en það er náttúrulega verður svo brjálæðislegt þegar allt í hennu þú ert sko allir hinn vestræni heimur allavega sem að lumur á þessum sko hefur þetta á hverjum einasta degi fyrir fram að sig sko finnur algjört magleysi þú veist, mér bóta þetta í huga á hverjum einasta degi kannski svona 560.000 sinnum á dag sko veist, að bara verður við ekki bara fara þangað þetta er bara, þú veist, það er bara svona primitíft eitthvað inn í manni. Allar konur heimsins að flykkjast að þessum landamærum og standa þarna og sjá hvað þið gera þá. Já. Börnin á Gaza eru okkar börn. Já. Þau eru það. Hvað eru þessi 4 milljarðar kvenna sem allavega margar vita hvað það er eiga börn? Já. Ég ætla ekki að segja að þeir sem eiga ekki börn viti ekki líka hvað börn skipta miklu máli. Skiljiði, já. Já, mér langaði bara svona að því við erum aðeins að renna út á tíma hérna, en sko þessi hugmynd sko þjóðarmorð, að framkvæma þetta þjóðarmorð þessu með eitthvað svona surplus innan þjóðarinnar fólk, einhverju hópar sem þú vill losna við sko í mannkynssögunni þá er þetta varla gamalt fyrirbæri. Þú veist, ef þú telur í einhverjum 100 eða 1000 ára. Við vitum kannski ekki endilega svo mikið það sko. En ég meina frá því að svona nation state, frá því að ríki eru stofnuð, þegar þú byrjar að draga fyrstu landamærin, að þá er það sem að þessi hugmynd. Já, það er þessi hugmynd að þjóðin eigi ákveði landsvæði og það sé hennar land. Já, og hún eigi ein rétt á þessu landsvæði og ef einhverjir aðrir eru þarna, þessir hinir að skota dýrin, oft öðruvís og litir eða með önnur trúarbrögð eða eitthvað, þá sé það réttlætanlegt í nafni þjóðarinnar og fyrir þjóðina og framtíðinnar og líf að losa sig við þetta fólk eða þessa hina á einhvern hátt. Og svo náttúrulega hefur fólk verið rekið í burtu og það verið flæmt upp á burtu ákveðin hátt, það hefur svona verið óbeint því einhvern veginn eitt þjóðatinshreinsanir eru til í alls konar mynd sko, en þjóðarmorði þá náttúrulega er það bara þetta, þú tekur það bara og drepur það sko, það er langt þægilegast sjálfsagt ef þú ert með vopn til þess og ég meina hugmyndin Ísrael er svo að þarna eigi engin annar að vera en gyðingar og þannig að í þeirri hugmynd er kjarni málsins að losna við hina. Alla aðra. Já. Eða þá sem er ekki gengur þjóðnarlegir. Já. Akkurat. Ég meina það þarf eiginlega annan þátt, sko, til að það þarf bara annan þátt, þessum erum við með annan þátt. Já. Það þarf annan þátt og svo út annan þátt á hann. Sko. Þetta er ekki búið. 10 mánuðir og við teljum. Og enn heldur þetta áfram. Ég verð að fá að segja, ég verð að horfa á örstutt eitthvað á Instagram með honum Gabor Mate ísraelskum ég veit ekki hvort hann er svona trámasérfræðingur og hann var einmitt með palestínskar konur í svona umræðu hefur þið séð þetta? Hann er að tala um þennan doða sem kemur yfir, það er voru að spyrja hann greinilega sko, af hverju erum við svona dofnar? Af hverju bara einhvern veginn finnum við ekki til, eða finnum við ekki fyrir neinu og þá sagði hann, þetta eru viðbrögð líkama ykkar til þess að lifa þetta af þennan botnlausa sársauka og ég hugsaði bara, ef ég finn hennan doða hvernig ósköpunum eru þá manneskjur sem eru beinlíns að verða fyrir þessu og þannig, ég sá þetta nefnilega líka en ég hugsaði mig, sko, þarna finnum maður bara raunverulega talandi að fleita kettlingar hvað þetta hefur mikil áhrif út í allan heimsbyggðina í gegnum okkur bara taugakerfið og þessum erum við Magastína mættar hérna í stúdíó til þess að taka stöðuna á taugakerfinu.
Já. ekki? Jú, það er nákvæmlega þess að við erum að Í gera. útvarpi Palestínu. Taugakerfi mannkynsins er bara allt á einhverjum svona suðu punkti. Já. Hvernig ætlum við að lifa þetta af? Jú, það er með því að hittast og vera saman og ekki bara tala heldur, gera eitthvað. Við gerum það ekki öðruvísi. Við gerum það ekki öðruvísi, sko. Nei. Ekki ein hverju sem Nei. hotni, sko. Við gerum það ekki öðruvísi, sko. Þetta eru bara, er þetta ekki góð loka orð? Jú. Þáttarins í dag, við gerum það ekki öðruvísi. Og við sjáumst aftur eftir viku og heyrumst í útvarpi Palestínu. Þannig að við þökkum bara fyrir okkur í dag hérna. Magga Stína, Takk, Helga. Helga Ögmundar sem er Sara. gestur okkar, mannfræðingur og aðgerðarsinni og ég sjálf Sara Steff. موطني الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباك والحياة والنجاة والهناء